Herdís, Ég vil ekki gera skýran greinamun á því hvort einhver hafi verið í ungliða hreyfingu eða hvort einhver stuttur af eða bakkaður upp af stjórnmálaflokki og ég held að bæði þessi framboð hér við hliðina á mér séu að einhver leiti bökkuð upp af stjórnmálaflokkum í landinu. Þú verður að skýra á hvaða leiti er það? Lítið bara stuðningsmannalistan. En það ekki tvennst ólíkt Herdís? Rökstuddu það, Herdís? En ég skal svara henni ég sagði ég held og það er bara mín skoðun. Þú hefur ekkert fyrir þér í þessu? Þú hefur ekkert fyrir þér í þessu? Ég sé bara stuðningsmannalistan. Ég sé hann bara, ég sé það til dæmis á Facebook. Og hverjir eru á honum? Það eru margir samfylkingamenn til dæmis, mjög margir. Þetta er svona, það sem hefur komið fram, þetta er svona leiðinda áróður sem er endurtekið nógu oft. Auðvitað reynum að láta það ekki fara í taugarnar á okkur. En það er náttúrulega vanvirðingu í frambjóðanda að segja að þú ert ekki hér á þínum vegum. Auðvitað er ég það og það er líka örlítill dónaskapur kannski gagnvart þessu breiða stuðningsliði sem að þú getur einmitt séð breiðfylkinguna á bakvið skiptir engum, mér er hjartalega sama hvað stjórnmálaflokka fólk kýs. Herdís, er þetta ekki bara rangt hjá þér sem við tekið á skoðanakönnunum? Það eru Þóra að meðast með miklu meiri stuðning í skoðanakönnunum en Samfylkingin. Það er ómögulegt. Það er ljóst að sjálfstæðismenn er hennar stuðningsmannahópi eins og ykkar allra eflust. Það eru sjálfstæðismenn einmitt og það eru samfylkingamenn og í stuðningsmannahópi Ólafs Ragnars Grímssonar eru margir framsóknarmenn og sjálfstæðismenn. Það er alveg ljóst. En þú dregur línun í sandinn á milli þín og hinna að þú hafir engin slík tengsl? Ég held það. Ég held að það sé alveg ljóst að ég hafi ekki slík tengsl, nei. Þú er aldrei verið í pólitísku starfi. Má ég ljúka? En þá ert að segja að stuðningur jafngildi tengslu minni flokka? Nei. Já, Ég var að benda á þann stuðning sem þú ert með.